Og við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að halda okkur á menningarlegum nótum, færa okkur yfir í kvikmyndirnar því að í næstu viku kemur Dýrið í bíó á Íslandi og ég veit að það var margir beðið spenntir eftir því en myndin vann til verðlauna, frumleikaverðlauna á kvikmyndahátíðinni í Cannes núna í sumar og hefur vakið mikla athygli víða heim og hingað til mín í þáttinn komin í gegnum fjarfundabúnað leikstjóri myndarinnar og annar handritshöfunda Valdimar Jóhannsson. Vertu velkomin í þáttinn. Takk fyrir að bjóða mér. Og til hamingju með viðtökurnar, sko, ef við bara svona byrjum á byrjunu, hvernig fæddist hugmyndin að þessari mynd? Þetta er búið að taka mjög langa tíma og þetta byrjaði eiginlega svona bara, ég var búið til svona skissubók með alls konar, klippa alls konar saman og teikna og safna svona refðum og svo, já, ég er búinn að gera það í svolítið tíma, síðan kynnir Hrönn og Sara, framleiðendurnir mínir, kynnir mig fyrir Sjón og ég fer að sýna honum þetta og athuga hvort að hann hafi áhuga að reyna koma upp með, eða þáttur að við getum unnið bíómynd upp úr þessu. Og já, og svo byrjuðum bara að vinna saman eftir það. Einmitt, og myndin var tekin upp hér á Norðurlandi í Hörgárdal 2019. Já. Og þú náttúrulega ert hérna að norðan, en sko hvernig varstu alltaf með ákveðna tökustaði í huga eða hvernig völdu þið það og eins leikarana? Sko, tökustaði, við vorum með svona ákveðið hús í huga og ég held að við höfum verið búin að keyra sko örugglega tvisvar sinnum í kringum landið og bara eiginlega skoða bara næstu hvern einasta bæ á landinu sko. Og já, en síðan og það voru líka allir að hjálpa okkur að leita og svo sendi bróðir minn mér myndir af einum bæ sem hann hafði rekist á þegar hann var að keyra og já, við fórum að skoða það. Þetta er Flagaður í Hörgárdal og okkur leið svo vel á þetta út af því að hann var samt allt öðruvísi en bærinn sem okkur langaði að hafa en það var samt svo skemmtilegt sko layoutið þannig að hann bauð upp á svo mikið og svo er líka svo ótrúlega fallegt þarna í kring. Þannig að það var alveg borðleggjandi bara og sama spurning í rauninni með sko skrifuðu þið handritið með þessa leikara í huga eða hvernig fóruð að því að velja í hlutverkin? Við vorum svo lengi að skrifa þetta þannig að við vorum sko, já, allir þessi leikarar sko voru allavega, við vorum búin að hugsa alla leikarana að þó hefum við búin að velta mörgum fyrir okkur, þá var samt sko, þá hefðu þeir allir komið upp sko, að þannig að, já, við eiginlega svona vorum mjög öll ánægð einhvern veginn að þau skildu öll vilja vera með í þessu. Já, og það eru Hilmir Snær Guðnason og Númi Rapace sem að fara með hlutverk hjónanna sem eru aðalhlutverk myndarinnar. Og Hilmir er bróðirinn. Já, einmitt. Nú fékk myndin frumleikaverðlaunin í flokknum Un certain regard á Cannes kvikmyndahátíðinni í sumar. Það hlýtur að vera gríðarlega góð viðurkenning og hvatning að fá svona verðlaun með sína fyrstu mynd. Já, við erum bara alveg ótrúlega þakklátt og þetta var bara allt hálf ótrúlegt sko og líka sérstaklega ánægð með að fá verðlaun fyrir hundin okkar sem leikur í myndinni. Við fengum Palm Dog verðlaun. Þannig að, já, við vorum bara, þetta var bara ótrúlega skemmtilegt og bara einhvern veginn þakklátt fyrir að hafa verið boðin á hátíðina. Já, bara dásamlegt. Og sem fyrr segir þá kemur myndin í bíó hér á Íslandi í næstu viku og ég veit að bíða margir spenntir eftir því en sko, nú er stóra spurningin, má maður spyrja hvað gerist svo í framhaldinu? Ertu strax byrjaður að leggja línurnar fyrir næstu mynd? Já, við erum byrjuð aðeins en það er eiginlega komið svo stutt þannig að ég held að sko
held að sé ekki málið að segja neitt frá því, sko. Nei, akkurat. Við virðum það alveg 100%. Já, Þetta bara ótrúlega spennandi. Ég hlakka mikið til þess að sjá myndina. Er eitthvað sem fólk þarf að vita svona fyrirfram? Er ekki bara best að láta þetta koma sér á óvart? sko ég mæli bara með því að fólk bara, já, reyna að vita sem minnst myndina áður að fara á hana. Ég held að það sé eiginlega skemmtilegasta upplifunin. Já, við höfum það að leiðarljós og hvetjum alla til þess að fjölmenna í bíó í næstu viku þegar myndin verður Íslands frumsýnd. Bara kæra þakkir fyrir að gefa þér tíma til þess að koma henni í þáttinn til mín og segja mér og okkur frá þessu og gangi ykkur vel. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.